Fréttir hér á Samstöðinni við Rauða borðið. Hjá mér eru Sigurjón M. Egilsson og Pétur Eggers og sjálf heiti ég María Lilja. En fyrsta frétt, hún svo að fólk komi sjaldnar með dýr í neyð. Þetta tengist því sem við tölum hér í gær. Já, við vorum með viðtal við Ingu Sæland í gær. Mikið rétt. Og þú ert með góðan gest á línunni, Hildur Ýr Viðarsdóttir, framkvæmdastjóri Húseigendafélagsins. Ertu á línunni? Ég held það. Já, sæl og blessuð, heyrðu. En það eru tvær hliðar öllum málum. Hvernig það? Eru ykkur skjólstæðingar eða félagsfólk hjá ykkur sem hefur áhyggjur af þessum breytingum? Já, það byrjaði nú að koma bara tölvupóstar í gærkvöldi og svo hefur verið hringt í dag og komið fleiri tölvupóstar og jafnvel ykkur komið bara á staðinn sem eru svona aukandi og hræddir og jafnvel reiðir. Sumir eru bara svona í einhverju óvissu og áttast ekki á hvað þetta þýðir, þannig að það er svona að vera að leita til félagsins. En svo eru náttúrulega hinir líka, við hefum líka heyrt í félagsmönnum sem eru ægilega ánægðir. Já. En það er svona, skiptist í fylkingar. Fólki sem er ósátt, hvað ber það fyrir sig? Er það sem sagt, er það bara hrætt við dýr, illa við dýr eða? Ég held að það er bara ýmsum toga og alls konar. Bæði hefur haft samband fólk sem er bara hrætt við dýr eða vill ekki búa í nábýli við dýr. Það er eitt. En svo er annað og það eru þeir sem bara treysta sér ekki til sambýli að vera í sambýli við dýr og það eru kannski þeir sem eru sko með ofnæmi. Það eru kannski þeir sem eru svona hræddastir sína stöðu og hræddir að hrökklast úr sínum eignum. Já, sér þið eitthvað mun að þið hvort að vera að tala hunda eða ketti? Nei, ég hef nú ekki tekið eftir því. Nei. Allavega ekki varandi sko ofnæmið. Nei. En við erum bæði hundafólk eða ekki? Jú, ég á hund. Já, ég líka. Ég er svona krossa, myndi ekki heyrst mikið í henni núna meðan þetta viðtalir. Já. Þess að fingur ég. En þetta er eitthvað sem á eftir að koma betur í ljós kannski á næstu dögum þegar fólk svona, þegar ríki fyrir að setjast. En sko, svo lengi sem ég verið í blaðamennsku sem nú voru langur tími, þá allt þessum ástíma, þá var það að tala við Sigurður Helga Guðjónsson heitinn sem var framkvæmdastjóri hjá okkur lengi. Út af jólaskrautinu. Já, nú fer að bresta á sú tíð að fólk fyrir að setja upp jólaskraut og þá kannski gildir svolítið svona það sem að almennt gildir nú svona í fjölhúsalögunum og í nábýlisrétti að maður má í rauninni gera það í sinni séreign meðan það truflar ekki aðra. Og það er kannski það sem að þessi lög svona aðeins taka ekki alveg tillit til allra. Þú máttu vera með hund og kett í þinni eign og þá getur það haft slæm áhrif á aðra. En lögin kannski er ekki alveg að opna fyrir þann möguleika það fólk geti einhvern veginn hafa ykkur úrræði nema þá að safna 2/3 hlutum með sér í fjölnúsum. Já, 2/3 geta komið í veg fyrir dýrahaldið. Í rauninni hvert dýr. Já, hvert dýr, já. Þannig að, þú þarft að safna, 2/3 hlutum með þér í fjölnúsinu og svo er þetta kannski bara þríbýli og þú ert með minni hluta litla eign. Þannig að það er 2/3. Já, heyrðu, en þetta með þetta hefur verið deilumál alltaf fyrir jólin, eða oft fyrir jólin, bæði aðri sem alltaf mikla lýsingar og jafnvel sko hljóð sem að pirra nágranna, er þetta rétt? Jú, þetta kemur stundum á borð Húseigendafélagsins að það séu ágreiningur út af þessu og þá er það nú yfirleitt þannig að það sé eitthvað sem er með gríðarlega mikið og það er kannski það sem að við heyrum meira, þetta er svona mikið blikkandi og mikið hávaði að þá fer þetta að trufla og þá er alltaf bara hver eru mörkin milli þess sem þú mátt gera í þinni en meðan það er ekki að trufla aðra. En er þetta ekki svo erfitt að miðla málum þegar svona er?
En það er alltaf hægt að bara setja ykkur húsreglur, bara Já, húsfélagi komið sér saman hvað er eðlilegt og hæfilegt í hverju fjölnúsi. já, Þannig að það verður svona einhver leið til þess að miðla já, málum og þá er það bara meira já. hlutur sem ræður í því. Nei, við byggjum hlið við hlið bara í einbýlishúsum og ég væri með svona æði, ég væri sko búin að setja ljós út allt og eins og eftir maður var stúfur kæmi upp úr strompinum og þetta og þú myndir ekki þola það, svona dæmur er til. Já, þetta er allt til í þessu sko. Já, Þá er satt svona, væri staða mín svolítið erfið sko. Ég myndi kannski fyrst byrja að tala við þig og svo fari ég kannski svona senda bréf og láta vita að mér finnst þú vera að ganga minn rétt, ganga og langt. Það væri að vekja mig á nóttinni og börnin og hundurinn að gelta yfir þessu. Þá er það erfitt einhvern veginn að gera eitthvað í því samt. Já, eitthvað sagði að þetta er bara að skjóta stúf þennan kæmi upp úr strompinum. Þetta er raunverulega dæmi, segir Jón Magnús. Já, ég er að segja, það er 40 ár síðan byrjaði þessu, þannig að það er ýmislegt gerst. Já. En þetta er bara komið til, svona, við erum búin að tala við hina hliðanum málunum. Já, Hildur Ýr Viðarsdóttir, framkvæmdastjóri í Húseigendafélagsins. Þakka kærlega fyrir að koma örstutt inn í fréttayfirlitið hjá okkur. Það var flott að fá þína hlið. Og já, það er augljóslega vandlifað í sambýli við aðra. Já. Það er margt sem er hægt að pirra sig á. En þá að allt öðru, EES-samningurinn, hann er að einhverju leyti komin í uppnám samkvæmt Þorgerði Katrínu. Já, hún talaði ákveðið. Hún gerði það í samtali sínu við MBL, fréttin kom allavega fram á MBL. Hún talar þannig að tillögur framkvæmdastjórnarinnar sem beinast gegn Íslandi og Noregi séu ekki í anda samningsins og setji samningin að einhverju leyti í uppnám. Ég var að trúa því að þetta sem vendatollar verið til þess að við bara segjum okkur úr EES, ég held ekki. Hún talar samt þarna í þessari frétt að svona ef að þetta fer sem horfir þá muni Ísland ekki hika við að sækja rétt sinn gagnvart Evrópusambandinu. Nei. En það er svona, það var víða fjallað þetta svo sem. Jú. En það er á morgun sem að úrslitin liggja fyrir þessu hvort að Evrópusambandið gefur þetta eftir. Já, hún svona eiginlegu á þriðjundaginn. Er það ekki lokakosningin? Nú, já, ég treysti þig betur mér. Já, en MBL fjallaði nánar þetta, engin ákvörðun að höfða mál gegn ESB. Þannig er hún Álfheiður Ágústsdóttir, einmitt. Sem er forstjóri Elkem á Íslandi. Íslenska járnblendifélagsins, segir þetta hér ekkert menn, og heitir kannski enn. Og hún býður spennt. Þetta skiptir þetta félag hennar sem hún er forstjóri fyrir verulega miklu máli. Já, og það breyttist nú reyndar svolítið tónninn í fólki eftir því sem leið á daginn. Það var svona í gærkvöldi þá talaði fólk svolítið varlega, það vildi nú ekki meina að það kæmi til þess að það yrði einhvers konar framleiðslu stöðvun eða eitthvað tap, en svona, eins og segi, þá breyttist svolítið tónninn og nú erum við bara komin á þann stað að fólk er svona svolítið farið að mikla böðan að sjá. Já, það er svolítið. En á RÚV þá er einmitt sagt frá því að það er lagaprófessor sem furðar sig á að ekki standi til að undirskilja Ísland frá verndartollum. En hann vill ekki útiloka, þetta stangist á við EES-samningin. Þetta er túlkunaratriði, segja sumir. Það eru sannarlega heimildir í EES-samningnum að setja á einhvers konar svona neyðarlög eða bregðast við einhvers konar svona neyðarástandi með því að setja tolla á viðskipta aðila innan sambandsins. Þannig að þetta verður mál sem við þurfum að fylgjast vel með. En getið þið kannski tekið þetta saman í stuttu máli fyrir mann sem að minna veit? Erum við að tala um það að Evrópusambandið sé þá að setja tolla á hvaða framleiðslu? Já, málmblendi. Málmblendi, já. Það þá álverin verða fyrir barðum að þessu. Þetta er ekki sterkast talið heldur, en þetta er bara þannig að það er einhver heimild hjá þeim
til að setja verndartolla á Ísland og Noreg eða EES-ríkin og við sættum okkur bara ekkert við það, ekki í góðu. Nei. Þannig að það bara spurningin nú bara pólitíkusarnir að takast á. En ég tók eftir því að það var svona aðeins annar tónn í fréttunum í Noregi. Já. Þarna segir Normi frá því að vegna þessara miklu tolla, við erum að tala að sko helsti innflutningsaðili Evrópu á járnblendi Noregur. Ég held að þeir standi undir 48% af öllu því sem keypt inn til Evrópu. Og þeir þeir hafa ekki verið svona hvassir. Störi talaði að hann hygðist meira reyna að höfða til Evrópusambandsins og þeirra sem hafa komið til með að ráða úrslitum í þessari kosningu sem framfer á þriðjudaginn. En þetta var svona Noregur talar ekki að ætla að fara í mál og þeir tala ekki að tapið sé sitt endilega, heldur meira að þeir missi fótfestu sína í Evrópu. Svolítið þannig. Þannig að það er svona Já, þeir tala nú samt með þeim hætti einmitt að það svolítið svona, mér fannst eftir því sem ég svona rendi yfir norsku fjölmiðlana og fannst mér Norðmennirnir tala svolítið svona Evrópa ykkar missir svolítið. Já, og mér fannst svona á mörgu að það voru miklar upprópunir í fjölmiðlum í dag þetta mál. En hvernig það? Ekki Viðreisn og þar af leiðandi Þorgerður Katrín, þau eru miklir talsmenn fyrir því að við göngum í Evrópusambandið. Og sumir segja að þetta sé ákveðin forsendubrestur, þetta sé Evrópusambandið sé þarna að svona svolítið senda okkur fingurinn. Ég meina, hefur það ekki alltaf verið svona helsta gagnrýnin á þær áætlanir að við verðum bara einhvers konar bara eitthvað smátt litur á pappír fyrir stærri leikmenn innan sambandsins ef við færum í það? Þetta ekki bara endanleg staðfesting á... Já, við erum ekki í Evrópusambandinu. Nei, ég að segja, ef þú meinar það að við erum í Evrópusambandinu þá var þess... Já, ég skil. Já, þetta muni hugsanlega setja eitthvað svip á aðelda viðræður eða þær fara fram eða kosi verður þær eða þær fram til göttunum. Ég meina það ekkert víst að Íslandingar vilji núna yfir höfuð ganga í Evrópusambandið þannig að það fer svolítið eftir því kannski hvernig þetta þróast einmitt og hvað kemur næst ef þetta gengur eftir. En kennarafélagið stefnir ríki og sveitafélögum Þingvest, það sem sagt mál, þetta hefur allt að gera með launin, kennararnir þeir hafa orðið af hækkunum sem að þeim var lofað og ætlaði ekki að sætta sig við það. Það er mjög skýrt, sko. Þetta er forsendubrestur einhverjar sem og þeir ætla bara í mál. Þeir ætla í mál. Og reyna að sækja rétt sín. Já, og þetta það verður reiknaður með að þetta verður flutt í félagsdómi í byrjun árs 2026 og ég verði þetta veruleika þá erum við hér með svona prófstein þar við ýmsir önnur svona fagfélög sem að gætu kannski farið sömu leið. En þetta þá hvað tafla sem að fylgdi með í samningum við Kennarasambandið Íslands sem að stofnanir eru núna að halda því fram að þeir þurfi ekki að vera það. Allan að túlka þetta mismunandi hátt. Já, og er það loðið í samningunum sem að voru gerðir? Það er greinilegt, sko. Það verður til þess að þau allir fara að hnykkla vöðvana. Er það ekki málið? Jú, það er þannig. Morgunblaðið segir frá skólastjóra í Hafnarfirði sem var sendur í leyfi. Og þetta er nú svolítið áhugavert mál vegna þess að það var mikil ólga í kringum ráðningu þessa skólastjóra á sínum tíma þegar hún var ráðin hann inn í fyrra vetur. Hún heiti Dagný Kristinsdóttir og var ráðin inn í Víðistaðaskóla. En hún, þetta var svona, það talaði svona fræntigli í þessu samhengi og sko þegar að hún tengist sem sagt inn í Rósu bæjarstjóra Rósu Guðbjörnsdóttur. Sjálfstæðisflokkinn það? Mikið rétt. Og mér fannst þetta svona áhugavert
að því litinu til að hún nú búið að senda henni leyfi nokkrum mánuðum eftir að þetta mál kemur upp og það var vegna þess að hún hreinlega bara gæti ekki unnið með fólkinu eða fólkið taldi sig ekki geta unnið með henni. Þannig að það er víða deilur á meðal kennara og í svona á meðal þeirra sem er svona samskiptaörðuleikar einhverjir. Akkurat og við tölum það hérna í gær Sigrún að það er svona ákveðin, við erum að sjá svona ákveðin munstur og það er eins og að við höfum svelta reynlega að gera vel við börnin okkar í samfélaginu á svo margan hátt og við sögðum frá því einmitt í hérna í að samhengi við næsta mál sem að akkurat af meðferðarheimilunum Stuðlum þar sem að maður virðist hafa gengið í skrokk á ungmenni, kallaðan grenjuskjóðu og niðurlæðan. Drengurinn talaði um að hann var hann var hræddur líf sitt á tímabili en þessi tiltekni starfsmaður hann er ennþá af störfum vegna þess að þetta atvik var ekki tilkynnt viðeigandi stofnunum og eftir viðeigandi leiðum. Þannig að og eftir, maður veltir fyrir sig svona ef við getum ekki haldið utanum þennan hóp börn og sérstaklega börn með fjölþættan vanda þá er eitthvað mikið að í þessu samfélagi. Og hvað ætlaðu að uppskera úr því? Akkurat og það var sagt frá því á DFF og það hefur nú verið svona talsvert í fréttum að foreldrar í Laugarnesinu eru ósáttir við Sólinni. Eru ósáttir við hérna borgina meðal annars sem að hefur ekki gætt nú vel að umferðaröryggi barna þeirra við skóla. Það er einhvers konar svona beygja og þverun sem verður til þess að fólk blindast í sólinni og þarna hafa orðið 3 slys og þessi faðir, hann kallar eftir úrbótum en þetta fannst mér einmitt, svona tala svo litið inn í þetta að við einhvern veginn erum Þetta er náttúrulega eins og núna þegar sólinn svona lágt á lofti þá skýnda ekki að viljum byggja í andliti á bílstjórum og sjáður ekki neitt. En mér skilst að foreldrar hafi brugðið og það ráð í dag að vakta bara þessi gatnamót og voru þar í dag að fylgja börnunum svona yfir fram og tilbaka. Ég meina upp í Efra-Breiðholti þar ertu með þarna það ekki kannski hvernig það liggur hvarfið úr með Fellaskóla öðrum megin og Hólabrekkuskóla hinum megin síðan er hringur þarna í kring og inn í hringnum þar ertu með þú ert með sundlaugina, þú ert með grunnskólan, þú ert með menntaskólan, þú ert með íþróttahúsið og það eru tæknilega séð bara 2 staðir sem að börn geta farið yfir, þar sem það eru undirgöng á 2 hliðum og síðan er hægt að ganga við gangbraut á hinum 2. Þar, ég held að það sé ennþá þannig í dag, að þar manna grunnskólarnir gangavörð, ekki gangavörð, þetta gangbrautavörð segi ég, sem að mannar þarna gangbrautina á, háannatímum. Þetta sé sólina að kenna, hún er náttúrulega mjög útreiknanleg, við vitum nákvæmlega hvað hún er og hvenær og við getum tekið það inn í allt borgarskipulag. Þetta er svo lausn á málinu að sé bara eitthvað sem vakti þetta. En til Palestínu þetta eru svo sem ekkert nýjar fréttir en við segjum þær engu að síður því að við höfum einsett okkur en eins og þú sagði gær, við meðum ekki fara að taka þetta svona sem bara sé hversdagslegur hlutur og þannig að við höfum einsett okkur hér við þetta borð að flytja fréttir af Palestínu og flytja fréttir af Gaza þrátt fyrir að það sé erfitt að finna þær í íslensku miðlunum en Al Jazeera eru með daglegar og bara klukkustunda uppfærslur af svæðinu en það voru 2 palestínsk börn myrt af ísraelska hernum á Vesturbakkanum í dag og við hefum verið að segja frá þessari svona, vaxandi ólgu á Vesturbakkanum í rauninni bara auknu hervaldi og meiri kúgun. Það er ennþá vopnahlé að nafninu til en þrátt fyrir það þá gaf heilbrigðisráðuneyti heilbrigðisráðuneyti Palestínu eða á Gaza gaf út tilkynningu dag að allavega 260 manns hafi verið myrt í vopnahlénu og 670 manns verið slasast. Þetta er hátt í 1000 manns og þetta er alveg ótrúlegt og það talaði það að 91% af öllu híbýlum og bara íveru svæðum hafi verið sprengt eða séu bara rústareinar. Þannig að það er rillilegt ástand á Gaza ennþá
Síðan er það nú aldrei tekið upp heldur einhvern veginn í samhengi að maður sér hérna daglega, ég meina í dag voru 40 manns handteknir í rassíu á Vesturbakkanum. Við erum að sjá bara dag frá degi að þarna eru sko strángtrúaðir síónískir gyðingar sem eru farin að ryðjast inn á bænastaði sko múslima á Vesturbakkanum og gera svona atriði úr því að koma inn á skónum og traðka á hérna bænamóttum og þú veist biðja þarna inni og hérna kveikja í kóraninum og það sama með bara hérna alla þá aðgerða sinna og hérna mannúðar starfsmenn á svæðinu að það hefur verið sko snar aukning, ég held að var nú fjallað um þetta á einhverjum íslenskum miðlum í seinustu viku en það hefur aldrei mælst hærra sko hérna hvernig kallar maður hérna settler violence Já, það er bara landtöku fólkið hefur aldrei verið farið jafn miklu offari eins og það gerir núna. Við sýndum myndbandaði hérna í vikunni einmitt af hvernig borinn var eldur að híbýlum og bóndabæjum og ólífutrjám sem að hafa þjónað sínu tilgangi í 20 ára og þetta er bara, þetta er allt þetta er alltaf að fara vegna þess að við gerum ekki neitt. Það má eiginlega bara segja það. En það var áhugaverð frétt og svona samantekt í heimildinni í dag Egils Orku og reyndar Lukeks líka. En Bjórkastið er svona hægra podcast þar sem að þar sem að koma saman menn og eins og nafnið gefur til kynna drekka bjór og greinilega Egils Orku líka en ástæðan fyrir því að þeir svona skreita sig með þessari Egils Orku er að því að þetta er hvít orka og þeir vilja þýða yfir á ensku yfir í white power og þetta þykir þeim agalega smart og þetta þykir Egils ekki jafn smart og þarna má sjá hann Sverri Helgason sem að sagði sig úr stjórn ungra miðflokksmanna á dögunum eftir að hafa svona stoltur sagt frá því að hann væri svona kynþátta yfirburða hyggju maður, rasisti, nasisti bara. Já. Og hann er hann með hvíta orku. Ég reyndi nú að fá samband, þetta er flóna orkan og það eru kannski ekki allir sem vita hver Flóni er. Flóni er mjög vinsæll íslensku rappari. Hann er ekki að mér vitandi að þessari línu en ég náði ekki í hann, fékk ekki svar frá honum en ég vona nú að hann bregðist við þessu því að þetta er ekkert í lagi. Nei, en ég meina, ég held að liggur samt í augum uppi að drykkurinn sjálfur er ekki gerður sem skírskotun eða einhver hundaflauta, það eru bara strákanir í þessu hlaðvarpi sem að flagga því sem slíku. Ég er svona, þú veist, það vaknar alls konar tilfinningar þegar maður sér menn sem maður þekkir úr þessu samfélagi haga sér svona og tala svona en mér finnst eiginlega verst að sjá bara hversu mikla umfjöllun þetta fær þú veist hversu mikið vægi ætlum við að gefa þeim með þetta podcast sitt Já, og við verðum líka að tala um hlutina sem eru gefnir en ég held að þetta atriði hefur fengið umfjöllun á öllum miðlum á Íslandi í dag En það einmitt, og Lukeksið og núna á samstöðinni núna ætlum við að eða svolítið púðri í þetta því að ég er hérna með punkt það er í umfjöllun heimildarinnar þá var sagt frá því að þetta er nú svo eitthvað svona kjarni af ungum mönnum sem að eru með hvíta orku og Lukeks er eitthvað skírskotun í slangur sem að þessi hópur nota sín á milli að vera langt uppi og það þýðir eitthvað skonar yfir aðra hafinn, ekki langt niðri og einn af þeim sem tekur þátt í þessu er Snorri Másson en hann er einmitt hérna í næstu frétt og þetta þykir mjög stórmerkilegt hann vill úttakt á vinnubröðum RÚV eftir hneyksli á BBC og hneyksli á BBC er það að panorama þáttur BBC svona gerðist sekur það að klippa ógætilega saman myndbönd af Donald Trump 2 myndbönd þar sem að þess var ekki getið að þetta væru 2 svona aðskilin myndbönd. Snorri, hann vill sömuleiðis hjóla í RÚV að þessu tilefni og þetta er alltaf í þessum anda og þetta er nefnilega alltaf í þessum anda þetta er allt svona trumpist, populist og Snorri, ég hef sagt það hérna áður að það heyrist ekki í Snorra nema það sé svona menningar slagsmóla
fóður og hér er hann. En það eru svo, að því við erum nú að tala RÚV þá segir Embjall frá því að fleiri séu andvígstöðu RÚV á auglýsingamarkaði. En ég hlustað á þessi orðaskipti Snorra og Loga menntamálaráðherra eða menningarmálaráðherra og ég Snorri var að gagnrýna RÚV mikið og þá var hann að segja að það væri traust væri mælt hjá fólki á fjölmiðlum, þá væri RÚV alltaf í fyrsta sæti. En þetta er svona sem svolítið rétt hjá honum en þá og líka BBC þannig að það getur öllum orðið á en hinn vill einhverja svona rannsókn og könnun á. Já, hann vill einhverja rannsókn og það er ekki bara á fréttunum, heldur bara dagskrárefninu sem er sótt í einhverja og manni þykir eitthvað svolítið vafasamt þegar að þingmaður fer fram á að fjölmiðlar séu skoðaðir með það í huga að annarkvort ritskoða þá eða skamma þá fyrir einhverja stefnu. Það er áhyggjuefni. Ég meina hafa líka bara en hann sér það ekkert, Snorri sér það ekkert. Hann sér það ekki. Líka bara við ætlum að fara að ræða trúverðuleika og traust til ríkismiðla og við ætlum að fara að setja RÚV undir smásjá þá er umfjöllun Donald Trump ekki það sem er efst á baugi, það er kannski frekar hvernig ríkisútvarpið hefur fjallað málefni Ísrael eða hvaða hagsmuna er verið að gæta þegar fjallað er söguna á alþjóðavettvangi. Já, ég meina að BBC hefur margsinnis skerst bara brotlegt svo vitað sé einmitt að halla heldur á annan aðilann í tilfelli Ísraels og Palestínu. Það með fjallaðir ansi, eru hliðhollir Ísrael í öllu sínu og hafa verið og margir starfsmenn sem sögðu upp á sínum tíma fyrir ári síðan eitthvað svoleiðis. Þrátt fyrir það þá voru engir látnir fara eða fjúka. Það voru hundruðir starfsmanna hjá BBC sem að skrifa undir sameiginlegt plagg þar sem þau tala það sé einbeittur vilji ritstjórnar BBC að fjalla ekki ákveðna hluti í tengslum við þjóðamorðið sjálft. Þú veist, við erum að tala hundruði dagskrárgerða og blaðamanna sem að rita undir þetta plagg. Ekki heyrði ég í neinum íslenskum þingmanni þegar það var til umræðu. Þetta er bara eins og allir aðrir í miðflokknum. Þeir apa bara það eftir makatrúðunum sem að þeir heyra þar enda verðist að virka sem einhvers konar sjokkpólitík. En það sem er slæmt í þessu öllu saman er þessi svona vaxandi og andúð í garð brúnna Íslendinga og útlendinga eða fólks af blönduðum uppruna sem hér býr. Næsta frétt hún segir frá því að foreldrar neyðarkallsins Sigurðar Kristófers tala sorgina að missa hann en Sigurður Kristófer hann er fyrirmynd neyðarkarlsins. Hann ég misti ég tapaði lífi sínu á æfingu fyrir björgunarsveitirnar. Þetta er virkilega sorglegt slys og félagar hans í björgunarsveitunum þeir sá bara einhvern veginn að tileinka honum það væri svona einmitt að halda minningu á þessu lofti og heiðra hann sérstaklega með því að búa til lítið neyðarkarl sem var brúnn eins og hann og þetta varð uppspretta af svona þvílíkum svona hrottaskap og við sögðum frá því á mánudaginn að það var ung stúlka sem að ég kom leitaði aftur í björgunarsveitina eftir að hafa staðið ekstra út að reyna að selja hana að hún hafði orðið fyrir aðkasti fólks og fleira vegna húðlitar. Ég hlusta á þetta viðtal við foreldrarna og þetta er náttúrulega átakanlegt, þetta er mikil sorg en að salan gekk eftir þetta, eftir þessu uppákomu, þá gekk salan mjög vel og það er mjög algengt að fólk kom eftir þetta og sagði nei, ég ætla að fá 2. Þannig að það seldist upp og salan aldrei gengi betur. Það er svo ánægilegt að heyra að einmitt að eins og kannski Pétur bendur á að við erum alltaf að heyra af rasistunum og vaxandi andúð í garð útlendinga á Íslandi. Þá er það ekki það sem að hinum almenna Íslendingi og honum líður ekki þannig. Nei. Og það er gott. Það heldur betur.
Já, við næst hérna með skoðunagrein, rangar fullyrðingar erlenda háskólanema við íslenska háskóla og þetta mál sem hefur verið með mjög hugleikið. Hér skrifa prófessor og deildarforseti í deild menntunar og margbreytileika, lektor og formaður námsbrautar í alþjóðlegu námi í menntunarfræði, dósent og formaður námsbrautar í alþjóðlegu námi í menntunarfræði og prófessor og formaður námsbrautar í alþjóðlegu námi í menntunarfræði. Þannig að þetta er fólk sem að hittir erlendu nemana sem að dómsmálaráðherra vill meina að séu að svindla sér leið í gegnum háskólana að dvalarleyfi og ég með hér í rauðaborðinu og eftir ég með í viðtali þau Gauta Kristmansson sem að vakti nú svona eiginlega fyrstur máls á þessu fyrstur kennar og hanna fyrirgefið, Brynju Elísabet Halldórsdóttur sem að ein af þeim sem að skrifaði greinina. Þannig að hér bara eftir auglýsingar. Gott hjá þér. Já, þannig að við erum hvergi nærri hætt. Nei, við erum rétt að byrja þetta. Við erum rétt að byrja þetta. Ég tók hérna af ítölskum miðlum. Ræ segir frá því að Meloni, forsætisráðherra Ítala og Ídi Rama sem er forsætisráðherra Albaníu, þau hafi verið að handsala enn og aftur samstarfssamning að flytja útlendinga frá Ítalíu og til Albaníu. Og mér fannst þetta að vera svolítið svona í takt við svona stemninguna sem að við höfum verið að sjá stjórnmálafólk hér allavega að reyna og svo aftur á móti kemur hvort að þetta það sem Íslendingar vilji, ég veit það ekki. Vantar útlendingi í Albaníu? Nei. En þeir verða settir í einhvers konar fangelsi, þetta bara fangabúðir. Já, þetta ekki sem sagt að... Nei, en þetta er þetta sko með kynþáttahyggjuna og að útlendingar af einhverjum ákveðnum uppruna, þeir séu ekki þóknanlegir samfélaginu eða þóknanlegir Evrópu og þess vegna þurfum við að loka þá í lokuðum úrræðum, loka þá af og senda þá í burtu. Og þetta er svona, stemningin á meðal stjórnarfólks víða í Evrópu, en eins og við segjum hérna, þá kannski ekki stemningin á meðal almennings, vonandi ekki. Nei. Úkraína er í, svona smábobba, því að svona hernaðir sérfræðingar, þeir hafa miklar áhyggjur af því að þeir séu að gera mikil mistök með því að reyna að ríghalda vörnum í ákveðnum bæ eða borg of lengi og þetta kosti þá bæði mannafla og herafla þá sem bara í vopnum og loftvörnum og öðru. En Úkraínumenn, þeir eiga mjög erfitt með að viðurkenna ósigur þegar hann er komin og þetta er svolítið svona... Það ráðist á þá, ég skil þá svolítið vel. Það sá sterkinn Úkraínin, hann má ekki komast upp með hvað sem er. Mér finnst þetta, hvað er að gefa? Ef að gefa Akureyri eftir? Eða hvað er að gera? Já, maður velti fyrir sér, þú veist, hvort að tilgangurinn helgi meðalið, svolítið. Þetta er svona, að því við erum að tala mannslíf og ég náttúrulega fyrst og fremst bara mikill friðarsinni og held hér hvorki með Rússlandin í Úkraínu, svo það sé sagt. En mér finnst bara þetta hernaðarbrölt og það sem að Evrópa leggur til málana í allt þetta hernaðarbrölt. Það er svona ekki mér að skapi. Nei, engum. Ég held að það sé engum að skapi, en það er bara, veist, nú er bara eitthvað neyð. Já, það er neyð. Freki kallinn hann bara... Það er svolítið þannig. Hann getur ekki hagað sér alveg eins og hann vill. Nei, en það er annað einmitt. Aðdragandi náttúrulega þessa stríðis er lengri aldur en bara til 2022 eða hvenær sem að innrásin var og við náttúrulega sjáum bara útspil NATO. NATO hefur verið að sína mjög ögrandi hegðun þarna inni í gegnum Úkraínu og á Krímskaganum. Úkraína er ekki NATO. Nei, einmitt, og þar hefur verið mikill pólitísku dans það hvort eigi að taka Úkraínu inn í NATO eða ekki og núna sjáum við náttúrulega að Vesturríki þau koma fram við Úkraínu eins og að við séum bara allt nema búin að skrifa undir, en þannig að það er svona aðstæður og forsendur. Þetta er bara austasta ríki í Evrópu.
En það eru og færast þá bara mörkin til. Allir svona, allir fremstu hernaðar sérfræðingar hafa bent á það að þetta er óvinnandi stríð fyrir Úkraínu. Rússland er margfalt stærra, þetta stoppar ekki nema eftir að Evrópa verður öll hreinlega dregin inn í þetta og það mun ekki enda vel fyrir neinn. En það er margt annað þarna því að það hafa verið að koma upp spillingamál og það er hérna meðal annars þetta. Hermann Halushenko, hann var áður orkumálaráðherra fyrirgeði Úkraínu, er núna dómsmálaráðherra fráfarandi. Hann sagði af sér í dag hreinlega vegna spillingamáls, en þetta er áhugavert mál fyrir margar sakir. Þetta er mál sem að tengist inn í orkugeiran og þetta tengist því að það eru auðvitað mikil orkuskortur í Úkraínu. Það eru að koma inn svona stórir sjóðir, mikil hjálp frá meðal annars Noregi og Íslandi til þess að styrkja orkuinnviði eða svona bæta lífskjör fólksins í Úkraínu á vestursvæðunum. En af einhverjum ástæðum þá er þessi fráfarandi ráðherra, hann er flæktur inn í mikið svona fjármála misferli og aðeir virðist þá eigin þátt í því að draga til sín fé í gegnum einhverja svona spilta aðra menn sem innan orkugeirans. Það hafa verið gerðar tilraunir til þess að tengja Zelenský við þetta. Það hefur ekki tekist nema fyrir þær sakir að einn af þeim sem að tengist þessu máli er sáinn sami og rak framleiðslufyrirtæki hér fyrir einhverjum árum síðan með Zelenský. Þannig að það er í rauninni eina tengingin hans við þetta. Zelenský kallaði eftir afsögn ráðherrans og það gekk eftir. En þetta er svona dæmi að það er erfitt hjá Úkraínu. Ég held að það verði ekki ofsögum sagt. Já, þó það nú væri, það er bara ráðast inn í landi, auðvitað er erfitt. En það er ráðast inn í landið, en svo virðast ráðamenn og þeir sem að hafa, úr öllum sjóðunum að móða, þeir virðast vera svolítið að ráðast á það svona innanfrá líka. Og það sem auðvitað hryllilegt. Ég hef bara alls þar. Ég hef erfitt með að skilja með sérstaklega Krímskagan þegar ég fór að reyna að sækja mér upplýsingar stöðuna á jörðinni þar, bara hvernig upplifa almenni borgarar sig á Krímskaganum, hvernig er svona identityið hjá einstaklingum þar. Það virðist alls ekki vera skýrt að til dæmis Krímskaginn sé sameinaður undir Úkraínu. Það virðist vera mjög mikið af Rússum og mjög löng saga þarna á þessu svæði og svona, forsendur þessa stríðs eru talsvert flóknari fyrir heimamenn þar heldur en kannski bara Rússland er frekikallinn hérna og ræðist inn, en þú veist, Rússland er svo sannarlega... Það var búið að ganga frá samningum að Krímskaginn tilheyri Úkraínu. Svo var gengið á bak orða sinna með það. Það er bara... Vegna þess að NATO gengur bak orða sinna með herstöðunar við landamæri Rússa. Þetta er svona, ég veit ekki, þetta er svona leiðileg svona stríðskalla pólitík. Getum við ekki bara farið eitthvað með svona hætta henni og bara tökum upp friðarbandalög. Getum við gert það? Ekki hernaðarbandalög, heldur friðarbandalög. Heyrðu, þá erum við komin hingað heim, en Guðni TH, hann kallar nú eftir miklum breytingum á stjórnarskránni. Já. Hvað getið þið sagt mér þetta mál? Ég þekki Guðna, við höfum unnið saman á stóru verkefni áður en hann var forseti. Þetta er alveg eðalmaður og hann er ekki að tala bara eitthvað til loftið, þarna er eitthvað sem hann er búinn að alveg lista niður og klára með það. En það er eitt sem ég ætla að benda ykkur á, þess að mynd aftur, getur ekki myndin aftur, að eftir að Guðni var forseti, þá leiddi hann Vigdísi við öll tilefni svona, alltaf sko. Og kona Guðna sætti sig bara við það, þetta var svo glæsilegt allstað sem það voru, að þá gekk hann til Vigdísar
Já, hann góður kallinguðinni, ég held að, alveg klárlega. hann mjög óumdeildur sem forseti, Já, en hann ætlar að, sem sagt, ég vill að stjórnarskráin verði endurskoðuð og hérna, og hann vill, það sem að mér þótti kannski svolítið vænt að sjá var að hann vill færa mannréttindakaflann fremst, sem að, hérna, ég held að hafi bara aldrei verið mikilvægara. Sammála því. Og hann vill, skerpa á auðlindarákvæðum og öðru slíku. En, skildi ég ekki rétt að hann vildi forðast það að skerpa á auðlindarákvæðum út af því að það væri svo umdeilt, eða var ég að lesa eitthvað skakt? Hann vill ekki setja auðlindarákvæði, já, það er rétt hjá þér. Það er rétt hjá þér. Það var ég sem las skakt. Vil hann ekki setja í stjórnarskrá? Ekki í þessari atrennu. Hann vill gera breytingar til þess að færa mannréttindamálin fremst. En framsóknarmenn í Skagafirði, þeir vilja fá Willum. Kemur það óvart? Já, nei, en Willum er nýkjörinn forseti Íþróttasambands Íslands og fyrsta skiptið sem það er launastarf og ég veit ekki, hvað Willum ætlar að gera ef að hérna skora á er hann ekki bara sáttur í sínu? Allan sóttist hann eftir þessu, fór í kosningabaráttu og vann. Nei, framsóknarmenn líta svolítið til hans. Sigurður Ingi sagði hérna í þætti okkur að þarna kosninganóttina þegar að Willum var inni en Sigurður Ingi úti, svo breytti síðustu tölur og þá datt Sigurður inn og Willum út og Sigurður Ingi sagði bara mér brá við það, að Willum er það góður maður, hann lét eins og hann hefði alveg viljað fórna sig fyrir Willum, Þannig að ef hann gefur kost á sér þá spáði því hann fari létt með þetta, bara verði næsti formaður. Já, verði næsti formaður. Það er kosið... En svo líka Svo er náttúrulega fótboltamaður. Já, og Ísland vann hérna... Já, við verðum að koma inn á það. 2-0 í kvöld. Það er mjög öruggur sigur bara. Og var ekki, það voru tímamót, það var 100. leikur. Já, Jóhanni Berg Guðmundsssyni. Hann komst þarna með þessu í 100 leikja klúbbinn, sem er merkilegt. Það er mikið að spila 100 landsleiki. Og það er sem sagt, þetta var merkuleikur fyrir hann og okkur bara öll, en þetta var léttur leikur þannig sem aldrei neginn hætta. Þá er íþróttaþættinum lokið, en heldum ára. Það var íþróttaþættinum lokið. Og við ætlum kannski bara að fara, ég er í síðustu frétt. En ég veit ekki hvort að það er góð frétt eða hryllingsfrétt. Það eru eflaust marga sem að svona hrylshugur við því að moskítóflugan, hún er mætt á Suðurland. Eyva óskaðan til hamingju. Já, og þetta, að vera mætt á Suðurland í öllu þessu frosti. En hún, hún bara heyrði, Einmitt, við sögðum frá því í gær. Það er frost í öllu á Suðurlandi, En það eru 2 afbrigði sem hafa fundist og þetta eru miklir skaðavaldar eins og allir þekkja sem hafa ferðast eitthvert ytra. Ég er sjálf með ónæmi fyrir ákveðinni tegundum moskító. Það er alveg hræðilega vont. Já, ég veit ekkert hana. Ef hún hefur stungið mig þá ég ekki veit að því. En þetta er svona, sumir segja, þetta sé svona síðasta víð. Það er komið moskító. Þá erum við þjóð á meðal þjóða. En er moskító á Grænlandi? Já. Þannig við erum bara seinasti vígvöllurinn á Norðurskautinu? Já. Það er nefnilega að lifa við það og þær eru mjög harðar og þær eru mjög flinkar að aðlaga sig þeim aðstæðum sem þær eru í. Það er til dæmis til moskítófluga sem er bara, eða til afbrigði, sem er bara hægt að finna í neðanjara lestarkerfinu í Bretlandi. Hún heitir London moskító. Hún er svolítið lítil en hún er bara þar. Þannig að þær eru svona, þær eru mjög flinkar að aðlagast. Þannig að hver veit nema við fáum hérna einhvers konar stökkbreytt afbrigði af moskító sem er bara Íslands moskító. Og í borgarlínuna. Já, í borgarlínuna. Það er bara moskító í borgarlínunni. Já, við skulum segja þetta gott hérna frá Rauða borðinu. Takk fyrir okkur í kvöld og verið bless.